Já, Jónatan, þetta kannski var leikur tveggja hálfleika. Hvernig upplifir þú fyrri og seinni hálfleik? Já, ég er bara hestalega sammála þér. Við byrjum mjög sterkt, eigum Patrik og Dauðafæri hérna eftir, ég veit ekki, 2-3 mínútur og eftir það bara svona gáðu í, fengum fullt af færum og sénsum til að vera með ennstara fórskot í fyrri hálfleik. Við erum satt með 2-0 sem er bara teljast gott og svo bara í seinni hálfleik þá erum við bara lélegir. Slakir, höldum illa í boltann, sköpum ekki eins mikið og erum einhvern veginn svona eftir á í öllu og þeir líka bara grimmir og komu flottir í seinni hálfleik. Að því sögðu, þá eru bæði mörki svolítið svona kannski skrípamörk. Alltaf seinna marki, ég get ekki einu sinni lýst í einu sinni, ég ætti að sjá það aftur. Öxlin? Já, hvort það sé ekki fyrir utan teig líka sko þegar hann fær hann í hann. Sem verður bara teljast líka óefni og reynda við Klaufi var að tapa hérna boltanum á vellinu þarna og gefa hann séns á þessu og við áttum bara að sigla þessu heim. Við verðum að geta átt lélega hálfleika en samt klára þetta og bara virkilega svekktur. Missi hann að góð tækifæri til að ná 4 stigum frá Víkingum og Breiðablik. Já. Mæti hérna botliðinu og já, það er alltaf erfitt að koma svolítið upp á Skaga sko. Sama hvar þeir eru í deildinni, þeir geti verið í fyrsta sæti og það væri alveg eins og þeir eru hérna í næsta sæti. Þeir eru bara erfiðir heim að sækja og þess vegna komum við vel gíraðir inn í þennan leik og svo heldum við greinilega að þetta væri bara komið hérna það væri komið 2-0 yfir. Það er alls ekki svoleiðis þegar þú kemur hingað og við þurfum að læra þessu. Að því sögðu þá erum við ennþá á toppnum og við erum ekki að fara að sleppa því. Hérna, nú náttúrulega gerði Skaginn fullt af breytingum fyrir seinni hálfleik og sérstaklega kannski Jónas Skemmer átti erfiðan dag á móti þér. Kemur hérna Haukur Andri inn og þetta var bara allt annað líf í seinni, veistu það ekki? Jú, þú veist, hvort það hafi verið skiptingin eða þú veist, hann er alltaf frábær leikmaður, hann Haukur og kom með svona, já, var léttur og bara kraftur í honum. En við hefum satt ekki að díla við það að þeir gera eina skiptingu eða hvort það var eina eða ekki. Við þurfum bara að setjast vel yfir þennan seinni hálfleik og læra á hann. Svolítið leiðilegt kannski, söguleg stund. Patrik Pedersen núna situr einn á toppnum, er í 2-0 stöðu í hálfleik og í staðan fyrir að fagna kannski. Hann kannski er þetta pínu, ekki segja sorg en allan ekki fögnuður. Nei, manni líður við henni í klefa hérna eins og við taparleikum sko, það er alveg á hreinu. Og bara rétt hjá þér, hann er alltaf frábær leikmaður og við hefum nú minnst að sem við hefum getið gert fyrir hann er að vinna hana leik. En við vinnum bara næsta og vinnum titilinn. Það er bara stefna sett þangað og nú þurfum við aðeins að líta í eigin barm og rífa okkur í gang. Þetta var ekki nógu gott. Sko nú náttúrulega var þetta sögulegt mark hjá honum en sömaskapi söguleg stóðsending frá þér. Hvernig líður þér að eiga sögulega stóðsendingu í sögulegu marki? Já, bara alltaf gaman að geta gefið hann á Patrik og það eru ansi háa líkur að hann endi í markinu þegar maður gefur hann í góðu færi. Og það er bara heiður að fá að spila með honum og vera með liði og læra á honum og svo er þetta topp gæi líka. Þannig að bara, ég segi bara til hamingju og ég ætla rétt að vona að það sé ekki hættur. Herru, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk.